blessaðan daginn. Góðan daginn. Ertu spenntið við leiknum? Já, mjög. Ég sé hérna að þú ert sko ekta fótboltamanna, mamma. Já, alvöru. Hvað gefur þetta ekki mikið að koma og fylgjast með hérna börnunum sínum á svona móti? Jú, auðvitað. Þetta er rosalega gaman. Og maður á líka að hafa gaman að þessu. Er þetta þannig að sumarið er svolítið skipulagt í kringum svona mót? Já, Breiðablik ákveður algjörlega mitt sumar. Algjörlega. Ég hef ekkert það að segja. Keflavík, Filipom, áfram Keflavík, Filipom, Sóley, Sólató, gefa bolta, skora svo. Hvernig það að vera fótboltapabbi? Það er bara mjög blítt. Sammála því? Það er mjög gaman. Þetta er alveg yndislegt. Hvert er svona ykkar hlutverk sem fótboltapappar? Það er náttúrulega bara að fylgja þeim eftir. Já, fylgja þeim eftir, vera uppbyggjandi og styrkjandi fyrir þá. Í dag erum við að reyna að sýna gott fordæmi, vera liðsstjórar með strákana. Já, og hvað eru liðsstjórar að gera? Við náttúrulega röltum bara með þeim og förum með þeim í mat og fylgjum þeim með leikjunum og hérna. Fylgjum þeim alveg frá morgunmat og fram að kvöldmat. Og hvernig gengur það? Það er bara mjög skemmtilegt. Þetta er ekkert stressandi? Nei. Smá líjandi stundum, en þetta er mjög gaman. Þeir eru þægir alveg? Já, langt flestir allavega. Já, þeir eru allir flottir. Það er alveg bara yndislegir. En hérna með hliðarlínuna, eru þið að passa ykkur þar? Eru þið æstir stundum? Nei, það er bannað. Það er bannað. Við erum bara höldum okkur á mótunni, styrkjandi og jákvæðir. Erum ekkert að hvorki að skamma dómar en í þjálfarann. Þið passið alveg upp á það? Já, það má ekki. Bjarni, hvernig er að fara af hliðarlínunni og inn á völlin og dæma? Þetta er skelfilegt maður. Það? Alveg skelfilegt. Þú ert nú vanur svona kannski, ég get ekki segja þú sért vanur en stundum kannski þarf það að láta þig að heyra við dómarinn á hliðarlínunni en núna ert þú komin í stöðuna sem að kannski fólk er að láta í sem heyra við þig? Já, ég er búinn að segja það áður sko. Ég hef alltaf verið mikill áhugamaður dómgæslu en gat bara ekkert í þessu og hérna fór í þjálfunina sko. En hvernig ertu búinn að standa þig heldur þið núna? Já, ég veit það ekki. Það var nú hérna umdeilt atvik áðan í leik og sem sköpuðu smá tár en ég vona að það lagist. Já, svo vona það. Hvernig líst þér á Einherjarmótið svona? Bara magnað fyrirbæri og þrátt fyrir smá vætu hérna núna þá virðist þetta að halda sig helviti vel og vellirnir bara þokkalegir og gervigrassi gerir algjöran gæfumunn á þessu. En er framtíðin björt í íslenskum fótbolta? Já, hún er mjög björt. Við erum farin að æfa alveg grimmt allt árið og farin að eignast tæknilega betri stráka og bara gríðarlegur áhugi á þessu allstaðar og sem speglast í þessu móti hérna. Eru þið búin að æfa þetta mikið, strákar? Nei, ekkert eitthvað svaðalega sko. Það skiptir miklu máli að vera með gott fagn. Já, heldur betur. Og hver átti hugmyndið þessu? Hann? Nei, ég. Nei. Og er þetta tekið þegar þú skorar eða eitthvað? Bara við báðar eiginlega. Já, eru þið miklir markaskorarar? Já. Já, markahæstir í liðinu okkar. Jaha. Saman. Og hver er galdurinn á bak við gott mark? Liðsheild. Samspil. Já. Já, það er þýr ekki að spila eitt með boltan. Já.